Komið í sæl og verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn hérna á N4. Núna hefur fengið til mín 2 tónlistarmenn úr hljómsveitinni Gringló. Við ætla aðeins að spjalla við og síðan ætla að taka lagið fyrir okkur hérna í lok þáttar. Verið velkomin strákar. Takk fyrir. Til að byrja með, hvaða hlutverk hafið þið í hljómsveitinni? Hvað gerið þið? Ég spila á gítar og syng og jafnframt sem fyrir hljómsveitina. Það svona byrjaði sem solo-projektið mitt 2015 og hefur svona breyst alveg töluvert mikið síðan þá og ég er búinn að fá svona hægt og rólega einhverja svona snillinga inn í þetta með mér. Þannig að þú ert einn af snillingunum? Já. Ætli það ekki? Og ég spila á píanó. Já, einmitt. Þú segir að þetta byrjaði sem sólóverkefni, hefur breyst töluvert síðan þá. Þetta er nú, nýlega búið að skipta nafn það ekki og svona? Jú, það var hérna bara núna í byrjun árs. Við létum búa til nýtt logo og ég svona fékk hugmyndin að breyta nafninu bara, sem sagt, út af því að ég sem sagt byrjaði, eins og ég segi, sem sólóverkefni 2015 og þá var ég upprunalega með listamannsnafni mitt, Gringlombian. Svo þegar þetta var svona orðin meiri hljómsveit, þá fannst mér svona, langaði mig að svona stytta þetta og gera þetta aðeins svona auðveldara líka að segja þetta, sko. Mér fannst þetta svona, þetta var svona fyndin inside joke hjá mér til að byrja með, sko. Að vera með eitthvað svona nafn sem að enginn geti borið fram og svo svona eftir x marga tónleika og marga spurningar, hvernig ber maður þetta fram? Og bara svona allar þessar spurningar aftur og aftur, þá er ég bara svona, við einföldum þetta bara. Já, það geta allir borið þetta fram. Já, ég held það, þetta er nokkuð idiot proof, sko. Já, akkurat. Hvernig tónlist eru þið að spila? Viltu svara þessu, Guðjón? Mjög misjafnt. Ertu að meina það bara hljómsveitin okkar eða svona? Já, hljómsveitin Gringló. Hvað er þið að spila? Sko, það er alltaf svo erfitt að lýsa eigin tónlist, sko. En þetta er svona kassagítarsdrifið indie pop. Ég legg rosa mikið upp úr textum og að skila einhverjum svona skilabóðum, einhverju sem ég langar að koma til skila til fólks, hvort sem það er bara, þú veist, einhver boðskapur eða einhverja hugmyndir sem ég er með, tilfinningar. Ég held að þetta sé svona frekar ljúf tónlist, sko, en það er svona alveg rock í þessu inn á milli, sko. Já. Það hefur verið, nóg að gera hjá ykkur upp á síðkastið. Það hefur verið að spila og taka upp og hvað er framundan svo? Sko, já, það er búið að vera þó nokkuð mikið að gera. Það var svona mesta keyrslan kannski í kringum Iceland Airwaves og vorum þar með einhver 5-6 gig. Fórum saman þarna á bílnum hans Guðjóns, pökkuðum öllu dótinu í kerru og tókum smá svona túr hérna í Reykjavík og síðan erum við búin að vera frekar rólegir bara svona síðan þá, sko. Við erum búin að vera bara að spila, æfa, vinna í nýju efni, svona rólegir í að spila live, sko. En annars erum við búin að vera í stúdíói núna í Hofi og erum að taka þar upp EP-plötu sem verður svona það fyrsta sem við höfum gefið út. Það sem við eigum núna inn á netinu eru bara svona demo-upptökur, þannig að þetta verður fyrsta svona alvöru stöffi sem við gefum út og það ég reikna með að við gefum þessa plötu út í vor. Fyrsta myndbandið okkar er á leiðinni, það er búið að taka það upp. Fyrsta lagið er sem sagt tilbúið. Það er svona búið að ganga svona pínu brösulega að klára myndbandið en ég reiknaði fastlega með að það komi út núna í lok janúar, byrjun febrúar, þannig að það verður svona fyrsti singullinn og svo bara erum við að halda áfram að taka upp þessa plötu í róleitum, sko. Já, einmitt. Og þið ætlið að enda þáttinn fyrir okkur á að taka eitt lag. Hvaða lag er það? Herru, það er lag sem heitir Paper Bags sem að ég og Guðjón tókum upp í Rósenborg núna í fyrra einhvern tíðan. Það er þetta er svona dúó, gítar, píanó dúó. Þetta verður örugglega ekki á nýju plötunni, sko. Þetta var svona meira svona spontant lag sem ég samdi bara heima í sófa og heyrði í Guðjóni bara, herru, ekki bara taka þetta upp. Og fannst eitthvað kjörið fyrst við værum bara 2 við myndum bara taka það. Já.
Frábært, við leyfum þá strákunum úr Gringló að eiga síðasta orðið í þættinum. Ég bara þakka fyrir í dag og við sjáumst í næsta þætti. Paperbacks and plastic wrecks with printed text that all let you down. Concrete castles built by strangers, all no shelter, peace can still be found. Follow streams of broken taillights just to make our parents proud. Stare like deer into the headlights when we finally figure it out. Just the fiction of our time. Yeah, yeah. What have I got? And what have we got to show? 'Cause paperbacks with autographs and glass cases won't save her soul. Embrace the time and brace the hole in your heart. It will lead you off the edge to find that the devil's road is paved with your good intentions. Follow streams of broken taillights and try so hard to stand out. Stare like deer into the headlights when we finally figure it out. It's just the fiction of